Benedikt Guðmundsson. Daginn sagði ég loksins. Ég get gert það aftur, nú karlaboltinn að byrja. Fyrsti leikur á föstudaginn á móti KFÍ á Ísafirði. Hvernig stemmingin hjá þjálfaranum og hvernig lítur hópurinn út í dag? Stemmingin hjá þjálfaranum mjög góð og öllu liðunum bara. Nú það hitt lið sem að hefja sína vegferð í vetur, þannig að það alltaf svona mikil spenna fyrir fyrsta leik. Maður var mjög spenntur fyrir fyrsta leik á stelpunum daginn og núna fer maður svona í gegnum þá spennu aftur núna. En svo þegar tímabilið byrjað og komið í gang, þá fer þetta svona að vera bara venjulegt, en spennan fyrir fyrsta leik alltaf svona mikil og liðið lítur bara ágætlega út. Menn eru svona að detta inn úr meiðslum núna og ætti að vera allir klárir fyrir fyrsta leik. Þetta náttúrulega kannski fyrir þig pínulítið öðruvísi, eða ekkert pínulítið, bara mikið öðruvísi núna. Þú náttúrulega þekkir alla spilara og þá sem eru í þessari del betur heldur en hjá stelpunum, þannig að þú kannski veist meira út í hvað þeir að fara. Já, ég þekki flest liðin nokkuð vel og byrjum á KFÍ sem náttúrulega með mikla reynslu úr efstu deild og voru þarna í fyrra með Þórsarunum og enduðu fyrir ofan Þór, og ég held að Þór hafi tapað 2 af 3 á móti KFÍ í fyrra, þannig að ég held að sé örugglega rétt munað hjá mér, en þannig að þetta verður hörkuleikur milli liða sem voru svolítið basli í fyrra. Þeir eru náttúrulega með gamla ref í stjórnvölinn, Birgir Örn sem nú gamall leikmaður Þórs, þannig að það þjálfari sem kann ýmislegt fyrir sér. Já, reyndur hann Biggi og búinn að spila náttúrulega bæði á Akureyri og í Keflavík lengi og var í landsliðinu og fjölmarga landsleiki, þannig að búinn að vera í Þýskalandi að þjálfa, þannig að mikill reynslubolti þar og bara mikil hefð á Ísafirði fyrir körfubolta. Þetta er félag sem búið að fara mikinn í íslenskum körfubolta, þó náttúrulega erfitt að halda dampi fyrir þessi lið út á landi og náttúrulega 4+1 reglan fer náttúrulega illa með svona stað eins og Ísafjörð, en þeir eru ennþá að djöflast í þessu og eru hverginari hættir og ætla sér að gera eitthvað í vetur. Þeir eru náttúrulega með fullt af reynsluboltum á bakvið tjöldi sem að gera þetta mögulegt að halda úti öflugu liði á svona afskekktum staði sem Ísafjörður er. Já, þetta er flott starf. Ég var í körfuboltabúðum hjá þeim í júní og þarna er bara flott starf og það er ekkert grín að halda úti svona starfi eins og segir á svona stað og ég var sjálfur þegar maður var bara í Vesturbænum og fór ekkert út fyrir Ártúnsbrekkuna. Maður hafði enga skilning á hvað að halda út í liði á svona stöðum og þetta er búin að vera að fara núna 2 út fyrir Rauðavatn og kynnast til dæmis rekstrinum hvað þetta er allt öðruvísi heldur en hjá þessu Reykjavíkurliðum og nágrenni. Bara ferðakostnaðurinn og allt þetta og þannig að ég held að ættu fleiri úr Reykjavík og nágrenni að kynna sér þetta og kannski fara að sýna þessum liðum smá skilning. Þetta eru orðin tímatölu og gott að fá þau svona frá svona reyndu manni svo þér og auðvitað væri gott að menn tækju mark á þeim líka. En ef við snúum okkur örlítið að okkar liði og undirbúningnum, ertu svona þokkalega sáttur við svona hvernig hann hefur gengið fyrir sig? Já, ég meina við erum svo sem vorum svolítið eftir á lengi vel og þetta er allt að koma, þannig að ég hugsa þetta fer nú að smella hjá okkur hvað á hverju. Við erum langt frá að vera á þeim stað sem við stefnum á að vera, en enda líka bara október, þannig að við viljum hafa þetta svona stigvaxandi þessum líður á tímabilið og vera að spila okkar allra besta bolta eftir áramót. Danir og Tómas, hann var búinn að vera frá bara núna í meiri mánuði. Ég sé að hann er búinn að rema á sig skóna og fann að hlaupa, þannig að megum við búast við því að hann fari með vestur.
Hann svona aðeins fann að jogga með en hann svona í bómul hjá okkur svolítið og það má helst enginn koma við hann og svona þannig að hérna, nú hefur svona bara verið að kenna honum taktíkina og leikkerfin og þetta og hérna, það aldrei að vita nema hann treystir sér í leikinn á Ísafjörði á föstudaginn. Ég bara get ekki sagt til það akkurat núna en ég vona það. En svona meist eins og hann var fyrir, þar að segja broti bein í augntóft eða augnbotn eða hvað það var. Þetta nú eitthvað sem að menn taka svo sem enga áhættu með. Þetta er dýrmætt líffæri. Já, ég meina við höfum ekkert verið að láta hann vera að æfa með okkur. Það var talað 5-6 vikur og ég held að séu akkurat núna 5 vikur í þessari viku, þannig að þetta svona öðru hvoru megin við helgina sem hann má byrja og hérna, við erum ekkert að setja hann á stað og taka einhverja áhættur. Hann verður bara þetta verður bara að fá að gróa almennilega og eins og segja, við metum það bara á föstudaginn hvort að þetta sé gróið eða ekki og hvort að fái grænt frá læknum. Benni, segð mér, deildin í ár, fyrsta deildi kalla, hún töluvert sterkari eða það ekki heldur hún var í fyrra? Jú, það held ég held að það sé engin spurning sko, hún var ekki sterk í fyrra en hún töluvert sterkari núna. Ég ekki að segja að hún sé jafn sterk og hún var hérna kannski fyrir nokkrum árum en miðað við fyrra þá held ég að hún sé klárlega sterkari. Þannig að það má eiginlega segja það og lofa áhorfandi því að hér verði svona öllu jöfnu bara skemmtilegi leikir framöndan í vetur. Já, ég meina við ætlum að spila skemmtilegan bolta að reyna það allavega og eitthvað svona sem fólk getur haft gaman af og erum hérna með flotta leikmenn sem að fólk ætti að koma og kíkja á, þannig að við teljum okkur hafa allt til alls en vonandi sér fólk það og mætur á leikina. Og vonandi kannski líka sko að því að menn hafa svolítið mikla væntingar til þess að liðið standi sér vel í vetur og vonandi komi þá hinn liðin meðvituð til leiks og vilji reyna að bregða fyrir okkur fæti bara til að gera leikina skemmtilegri. Já, ég meina við erum langt frá því að vera búin að klára þessa deild og það eru fullt af liðum sem ætla að koma sér upp og við erum eitt af þeim og ef allt gengur vel hjá okkur og við erum lausir við meiðsli og þetta smellur þá erum við klárlega í möguleika að fara upp en við tökum bara eitt leik fyrir einu og hérna, byrjum á KFÍ á föstudaginn. En allavega við getum bara verðum að gera ráð fyrir því að veturinn verði skemmtilegur. Já, talan að það myndi myndast einhver stemning á pöllunum. Það myndi gera þetta allt töluvert skemmtilegra og maður hefur bæði upplifað það í KR með miðjuna og græna drekan í Þorlákshöfn og hvað svona góður stuðningur getur gert fyrir svona lið sama í hvað íþrótt það er. Það getur bara verið munur á góðu gengi og ekki svo góðu sko. Og það þá bara eiginlega vonandi að sjötti maðurinn, okkar stuðningsmannaklúbbur, fari bara kostum í vetur. Já, að safna í sjötta mannin og ég held að gangi til að smala í hann og ég treysti því að Þórsarar styðji körfuna á þann veginn að saman hvort sé sjötta manninum ekki en allan að mæta og leiki og helst í sjötta mannin líka. Þú þarft ekki að vera í sjötta manni til þess að koma og kalla áfrá Þór? Nei, það geta allir komið hérna inn og tekið þátt í leiknum með okkur og búið til stemningu en sjötti maðurinn er náttúrulega klárlega eitthvað sem að hjálpar og kemur til með að skipta sköpum þegar það líður á þetta. Benni, ég er búinn að ræna dágóðan tíma frá æfingu. Það er kannski allt í lagi, þeir eru orðnir heitir. Ég segi bara gangi okkur vel í vetur og gangi þér vel. Já, takk fyrir það sömuleiðis.